Hún sest hérna hjá mér Ingibjörg Eva Þórisdóttir, doktorsnemi í sálfræði við Háskólann í Reykjavík. Velkomin Ingibjörg. Við ætlum að tala aðeins um snjalltæki og samfélagsmiðla. Þið voru með málþing notkun þessara miðla og tækja í vikunni og þú fluttir þar erindi snýst lífið like. Og mér langar aðeins að byrja, þú talaðir svona óvísindalega tilraun sem þú gerðir á sjálfri þér með samfélagsmiðlana. Segðu mér aðeins frá þessari tilraun. Já, ég var sem sagt átti barn á síðasta ári, var í fæðingarorlofi sem sagt frá maí og út af því ég var búin að birta fyrstu greinina mína þá sem að snerist versnandi andlega líðan ungs fólks og ég var mikið búin að vera að spá í því og þetta viðfangsefni var mér mjög hugleiki og áður en ég fór í fæðingarorlof þá var ég búin að sjá vísbendingar um þessi tengsl við samfélagsmiðla og svo var ég náttúrulega bara í fæðingarorlofi og eins og gengur og gerist að þá ætla maður að gera rosa mikið og svo gerði ég ekki jafn mikið og þegar dóttir mín fór að hvíla sig þá sá ég mjög mikla tilhneigingu í að setjast bara og kíkja í símann og ég fór rosa mikið að velta því fyrir mér hvort að ég væri bara yfir höfuð að deila nógu miklu af lífinu mínu. Hvort að fólk þyrfti ekki að fylgjast með börnunum mínum, vaksa og dafna og hvort ég ætti nú ekki að sýna meira og meira. Og upp frá því spratt þessi hugmynd hjá mér að gera smá svona óvísandilega tilraun á sjálfur mér og ég ákvað í eina viku að bara dæla inn svolítið upplýsingum og birta meira og sjá hvaða áhrif það hefði á mig. Opna fyrir alla. Og ég opna fyrir alla, ekki það, ég ekkert vissum að það hefði endilega rosa margir aukalega séð en bara þetta að bæta og vera alltaf að setja meira efni inn. Og ég ákvað svona að fylgjast með bara hvaða áhrif það hefði á mig. Og ég komst alveg að nokkrum hlutum sem ég bjóst ekki við og ég er náttúrulega frekar meðvituð um þetta, ég vissi alveg hvað ég var að gera og ég komst að því að ég var miklu meira í símanum. Og ég var alltaf að kíkja, leið og ég fekk viðbrögð þá kíkti ég og þá fór ég að ráfa alveg eirðalaust í lífi annarra fólk sem ég þekkti valla og að ég var alveg útsett fyrir félagslegum samanburði. Ég fann það líka. Ég var farin að gera mér svona í hugulegt hvernig líf aðrir áttu og var svolítið svona að spá í kannski meira hvað aðrir voru að gera og á sama tíma þá langaði mig miklu fleiri hluti. Ég var alltaf að tala um að vera frekar nægjusama en allt í einu var mér að langa rosalega mikið í hluti sem ég þurfti ekki. Því að það náttúrulega koma svo líka svo rosalega mikið auglýsingum hana í gegn. Og ég var náttúrulega bara að nota einn miðil, ég notaði reynda bara Instagram og svo er þetta náttúrulega allt öðruvísi eftir hvað þú ert að nota. En þú hefur verið að skoða náttúrulega sérstaklega í þínum fræðastörfum, þá hefur verið að skoða sem sagt svona sálfræðileg áhrif á íslensk ungmenni og sem að má kannski mögulega einmitt yfirfæra á fullorðna fólki svo sem líka þá við séum kannski aðeins betur varin fyrir því. Segðu mér aðeins við höfum náttúrulega heyrt þetta margoft að þetta hafi öll þessi skjánotkun og samfélagsmiðlar og þessi samanburður sem þetta nefna hafi slæm áhrif á ungt fólk. Segðu mér aðeins frá því sem þú hefur verið að skoða. Ég hef verið að skoða fyrst og fremst hérna bara líðan ungs fólks og við erum búin að skoða þróun yfir tíma og þegar við sjáum sem sagt að þróunin var að vísa til þess að fleiri ungu fólki leið verr heldur en áður þá fórum við að skoða svona hvað geti mögulega verið að valda þessu og samfélagsmiðla var eitt af því sem við sáum að það voru tengsl. Núna erum við að vinna í því að skýra hvernig þessi tengsl eru en við notum náttúrulega fræðasamfélagið okkur til stuðnings þannig að við notum rannsóknir sem aðrir hafa gert og það sem að rannsóknir sýna þessi tengsl milli mikillar notkunar samfélagsmiðla eða skjánotkunar við andlega vanlíðan og jafnvel líkamlega vanlíðan eru til staðar. Hvernig þessum tengslum nákvæmlega háttað skiljum við ekki alveg og það má alveg ætla að þetta sé ólíkt fyrir ungmenni heldur en eldra fólk en rannsóknir eru mjög oft gerðar á svona ungum fullorðnum, kannski 18 ára til 25 ára og það er margt sem bendir til þess að hætta á samfélagsmiðlum, eykur vellíðan en svo erum við náttúrulega að spá í við getum líka alveg leitað meirinn á samfélagsmiðla ef okkur líður illa. Þá svona spurning, við förum á samfélagsmiðla sem leitar okkur líða illa eða okkur líður illa og þess vegna förum við á samfélagsmiðla. Það er svona hringrás ekkur. Já, það getur orðið hringrás og við vitum ekkert alveg nákvæmlega hvernig þessu samband er háttað og það er svo mikilvægt að skilja þetta. En vegna þess að við finnum þetta á okkar eigin skinni, þess vegna langar okkur svo mikið að komast að því hvað er í gangi. Þess vegna er mikill áhugi á þessu málefni vegna þess að við finnum þetta á okkar eigin skinni, við finnum að þetta hefur áhrif á líf okkar. Hvaða áhrif eru það sérstaklega sem að þið svona verðið vör við? Það eru, eins og þú ert að horfa á ungt fólk, það er náttúrulega félagslegur samanburður. Þú ert að skoða líf annarra, óttinn við að missa af, þú veist alveg hvað allir eru að gera og ég meina þegar ég er að lasta upp og það er nú ekkert eitthvað geðveikt mörg ár síðan, þá vissur þú kannski ekki alveg hverju þú varst að missa af. Þú vissir ekki ef þið var ekki boðið í partíið að
þú sást ekki hverju voru í partíinu og hvað var gaman í partíinu og heyrði bara það eftir á því. Kannski liðið allavega illa á smá tíma á meðan en þú varst ekki alveg bara með þetta í beinni. Nei. Já, þannig að félagslegu samburður eins og ég var búin að segja og svo Þetta kvið og þunglyndi. Já, og þetta svona sko leiðir sem hafa áhrif á andlega líðan. Þú ert að leitast eftir viðurkenningu. Ég meina, ef þú setur eitthvað inn, hver er hvatiðin? Hvers vegna viltu setja inn mynd? Hvers vegna viltu deila svona mikla lífinu þínu? Væntanlega viltu fá eitthvað svona viðbrögð. Já. Og ef að við höldum að það að fá like og viðurkenningu frá samfélagsmiðlum eigi eftir að sko hjálpa okkur að líða vel, þá er það kannski svolítið svona röng sýn á lífið. Þess að við þurfum fyrst og fremst að vinna í þessu hjá okkur sjálfum. Já. En sko það sem að þú talaði sérstaklega líka var að við þyrftum að finna þarna eitthvað svona hinn gullna meðalveg því að þetta er náttúrulega ekki, þó við séum svona tiltölulega meðvituð einhverjar slæmar afleiðingar af ofmikilli notkun, þá hefur þetta líka einhverjar góðar hliðar, þannig að svona einhvern veginn sumir tala að það er bara að banna þetta en það er kannski ekki endilega það sem að svona kannski sérfræðingarnir er að leggja til. Nei, við viljum alls ekki banna tæknina, ég meina við notum hana öll og okkur líður öllum vel að geta haft samband við ættingjar okkar og geta skoðað það sem er að gerast í heiminum og það er alls ekki pointið að reyna að banna hlutina. Og það er margt gott. Hófleg notkun getur styrkt félagsleg tengsl okkar. Það að eiga í félagslegum samskiptum á miðlunum er alveg gott, en við þurfum líka að eiga í félagslegum samskiptum út fyrir miðlana. Þetta kemur ekki í stað fyrir samskipti augliti til auglits. Það er samfélagslega byltingar og opnari umræða geðheilbrigðismál eins og bara ég er ekki tabú. Þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir samtalið í samfélaginu. Já. Og þú talar það líka að sko, þið eruð vöru við það að unga fólki væri kannski meira núna tilbúið að segja frá því að ræða bara yfir höfuð andlega líðan sína heldur en kannski fyrir einhverjum tíma síðan. Já. Getur verið að þessar byltingar hafa einmitt og þessi opna umræða hafa gert fólki það auðveldara? Já, ég meina það bendir margt til þess að það er opnari þjóðfélagsumræða, við vitum það alveg. Ég meina geðheilbrigðis vandamál og það að líða illa er orðið miklu viðurkenndara og sem betur fer vegna þess að þaðan getum við byrjað að vinna. Ef við vitum ekki hvað er að gerast, þá er rosalega erfitt að segja, já, herðu, við skulum hérna beina meiri fjármunum í geðheilbrigðiseflingu, en nú vitum við vitum að ungu fólki líður ekkert sérlega vel, háskólanemar, ungt fólk úr heilsu- og líðankörnum embætti landlæknis, ungt fólk úr framhaldsskólum, ungt fólk utan framhaldsskóla, og ungt fólk í grunnskólum. Þannig að við erum að sjá bara að það er eitthvað í gangi og það þarf að vera hægt að bregðast við. Já. Og hvað þarf einmitt að gera? Ég meina það hefur verið talað aukið aðgengi að sálfræðingum og einmitt efling geðheilbrigðisþjónustu en eins og þú sagðir í fyrirlesturninum þetta eru svona annars stigs forvarnir, það er verið að bregðast við einhverju sem orðið hefur jafnvel. Hvað þarf að gera jafnvel einmitt bara í bernsku og æsku og hjá börnum og unglingum þannig einmitt að þessi mögulegu slæmutengsl sem allt bendir til að séu til staðar milli samfélagsmiðla og andlegar líðan sé betri. Hvað geta foreldrar gert, hvað það kerfið að gera? Fyrst og fremst held ég við þurfum bara að spá í andlegri líðan. Ok, við vitum ef þessi tengsl munu halda áfram þegar við erum búin að skoða alla þessa þætti, en við þurfum að geta bætt andlega líðan. Við þurfum að stefna því að flestum líði vel. Og það er samfélagslegt verkefni. Einstaklingurinn getur gert ansi margt sjálfur. Við getum hreyft okkur, við getum aukið samveru með fólkinu okkar, við getum skrifað niður það sem við erum þakklátt fyrir og það eru alls konar bjargráð sem að einstaklingurinn getur unnið með til þess að láta sér líða vel, en þetta er samfélagslegt. Foreldrar þurfa líka að hafa færni og getu til þess að vera með börnunum, til þess að styðja börnin sín, til þess að hlusta á börnin sín. Og þá gengur ekki ef að foreldrum líður illa út af húsnæðisskorti. Þannig að þetta er ofboðslega víðtækt verkefni og þegar við tölum sérstaklega samfélagsmiðlana þá viljum við gjarnan vísa í eins og forvarnarnálgunina sem við var notuð þegar við vorum að vinna gegn vímuefnaneyslu ungs fólks, er að það gekk eftir vegna þess að það var breið samstaða þvert á samfélagið. Það kom inn sveitafélög og stjórnvöld og það voru sett lög sem að vörðuðu útivistartíma. Foreldrar stóðu saman í að vera leiðilegir og harðir í þessu? Ekki leiðilegir, heldur til þess að setja mörk og því það er rosalega erfitt að setja mörk þegar við vitum ekki hverju við erum að setja mörk fyrir. Ef við vitum ekki að þetta skiptir máli, þá er rosalega erfitt að segja nei, herðu, þú mátt ekki gera þetta eða þú átt núna að
gera svona og svona og svona út af því að við erum með tilfinningu fyrir því. Þá þurfum við að geta unnið saman. Einmitt. Kærar þakkir fyrir komuna. Ingibjörg Eva, höfum ekki lengra sinni. Takk fyrir.